Hver Sigvaldi Lárusson? Herði, já, ég Keflvíkingur, ég 41 árs gamall, fæddur og uppalinn í Keflavík, bý í Reykjanesbæ, Njarðvíkunum. Ég ólst upp á Háaleitinu til þess að byrja með fyrsta árin, sonur Lalla á sjúkrabílnum og Kristínar. Ég flytt svo í Eyjabyggðina þegar ég ekki 8-9 ára gamall og þar var maður unglingur. Gekk náttúrulega í Holtaskóla og svo í Fjölbrautaskólann í Reykjanesbæ og ég sem sagt giftur Berglindi Kristjánsdóttur sem verkefnisstjóri á Keili og við eigum 2 börn, 8 ára strák og 2 ára stelpu, fyrir á eina 16 ára stelpu sem býr í Reykjavík. Og hér sleit ég barnsskónum og ég flutti til Reykjavíkur, ég var 17 ára, fór að læra kokkinn þar og svo kom ég aftur heim bara. En myndirðu aðeins rifja upp svona í stuttu máli skólagönguna í Keflavík? Hún var náttúrulega bara ótrúlega skemmtileg sko. Þetta er náttúrulega þessi 74 árgangur, þetta er náttúrulega eins og maður er ekki allir árgangandi bestu árgangarnir og þetta var náttúrulega bara frábæra ár og fullt af skemmtilegu og flottu fólki sem var með mér í skóla og stór og mikill vinahópur, margir strákar alltaf saman, ég ætlum ekki verið 12 sem vorum alltaf fastir saman, hvaða horni sem var og skólagengan, ganga gekk bara vel, hún var bara eins og ég segi, skemmtileg. Haldið þið hópinn eitthvað í dag, félagarnir? Gamlu skólafélagarnir? Nei, við erum allt og lítið sko, við erum 2 sem erum í daglegu sambandi og en annars er það allt og lítið. En það er alltaf gaman þegar við hittumst. Þú byrjar í kokkinum, ég spyr akkur fórst ekki hann og síðan spyr ég líka akkur þú ekki alltaf feti í fótspor Lalla á sjúkrabílnum. Ég fór í kokkinn, það lá alltaf strax við bara frá því ég var bara gutti. Ég var alltaf við sem stélduhúsinu heima og gladdi mömmu óendanlega mikið með því og ruslaði þar eins og hægri og vinstri. En svo fer ég bara í kokkinn og kláraði það og að vinna svo sem kokkur í nokkur ár í Reykjavík. Fór svo til Bandaríkjanna, fór til Kaliforníu og fór í framhaldsnám þar í skóla sem heitir Culinary Institute of America. Og var svo að vinna bæði í Kaliforníu og Manhattan. Kom heim svo 2000 og ákvað að taka bara eins að breyta til, taka 1 ár í löggunni. Það bara einhvern veginn æxlaðist einhvern veginn og það bara sumar og það árið bara ennþá. Ég bara festist þarna 2000. Þannig að ég er búinn að vera í löggunni bara í 15 ár, átti bara að vera 1 sumar. Þú nefndir þarna eitthvað eitthvað, Áðan, já, það var þessi skóli heitir sem sagt Culinary Institute of America og er skammstafað CIA. Og þegar ég fer sem sagt fyrst í Bandaríkjanna, þá var ég stoppaður þarna, ég var með talsvert af dóti með mér og stoppa og lendi í einhverju vesinni þegar í vegabréfsinnritun. En svo fer ég að framvísa einhverjum pappirum og þeir allt í einu breyttist attitúti hjá þeim viðhorfið og allt í einu urðu við rosa góðir vinnir og þetta var ekkert mál lengur. Það var bara að pakka tösku fyrir mig og mér var bara skutlað fram. Svo rek ég augun í það nokkrum árum seinna að Culinary Institute of America er skammstafað CIA. Og mér svona grunar að þegar þið ráku augun í þessa skammstöfun CIA að ég væri nú ekki kannski alveg kokkan í mig þarna og þess vegna hafði ég fengið svona góðan þjónustu. Góða þjónustu mitt en hvernig myndirðu nú lýsa starfi lögreglumannsins? Þú ert búinn að vera nokkuð áberandi á honum meðal annars út af kjarabaráttunni. Já, þetta er búið að vera starfi sem slíkt er ofboðslega fjölbreytt og aldrei það sama sem það er alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi og ofboðslega skemmtilegt starf, erfitt, fáránlega illa launað og það er enginn í löggunni til þess að vera ríkur af því. Það er alveg klart. Og enda er það ekki markmiðið hjá mér. Mér finnst þetta rosalega gaman og þú veist, ég gengi þess að vinna á hverjum degi og ég veit alltaf hverjir eru þar. Þetta eru vinnumann sem eru þarna, strákar sem eru búin að vera með í 15 ár. Við þekkjumst líka allir það vel að við vitum nákvæmlega bara hvar við höfum hvern annan og svona. En eins og ég segi, starfið getur alltaf verið bæði skemmtilegt og erfitt og eins og daginn þá ég sem sagt hef hringt símtöl þar sem ég hef þurft að tilkynna foreldrum að börnin þeirra hafa slasast og sjálfur tók ég við svona símtali núna daginn fyrir gamlársdag og þannig að maður getur sett sig í spor beggja sko. Þannig að það er ekkert auðvelt. Já, segðu hvernig frá því, hvað var þannig að
Það var út að segja að árið hafi endað á skringilegan hátt hjá þér. Já, ég fékk símtal hérna frá lögreglunni í Reykjavík. Ég var að mæta á næturvakt sjálfur. Satt aftan í lögreglubíl og þá var mér tilkynnt að við reykja á dóttur mína og Kringlumýrarbrautinni. Og hún slasaðist talsvert, fótbrotnaði, handleggsbrotnaði, sem betur fyrir ekki meira. En bíllinn, hann var það illa farinn að hann var óökuhæfur eftir. Þannig að hún er mjög heppin að hafa sloppið ekki meira slösu en þetta. Þannig að lögreglumaðurinn sjálfur, hann er náttúrulega bara eins og venjulegt fólk, eins og maður segir, hann fær svona símtöl og getur lent í hinnum skrýtnu, hinnum ýmsu aðstæðum. Já, eins og ég segi og hef alltaf sagt, þú veist, við erum bara venjulegt fólk sem skiljum bara fötin okkar eftir í vinnunni þegar við förum heim og okkur verður öllum á og getum allir gert allt en reynum öll að standa okkur eins vel og við getum og ég fullyrði það að mínir menn hér, þetta er allt saman fagfólk fram í fingurgóma og vinnur sitt starf algjörum heilindum. Já, þú veist, löggur jafnvel tekna fyrir frá nakstöru eða eitthvað? Já, það kemur alltaf fyrir, maður. Það kemur alltaf fyrir. Já, en við fjöllum nú í íkvörðunum nokkuð oft því á árinu og svona oftast mjög skemmtilegt og það tengist þessum gæludýrum. Þetta er náttúrulega alveg magnað það sem að þið voru alltaf bjargandi gæludýrum úr einhverjum vandræðum. Sko þetta byrjaði náttúrulega, þið mistu að byrjunni sko. Þá 3:30 held ég á þriðjudagsnótt þá hringir íbúi á Kirkjuveginum. Þá voru komin 2 hross inn í garð hjá honum og hann vaknaði bara hávaða og við fórum og kíktum 2 og það var til myndskeið af þessu, en við náttúrulega hvorugur hestamaður sem fórum í þetta verkefni og við sem svo lítið hvað áttum að gera, en 3:30 nóttina skrúðum við niður húðun á leigubílum og kölluðum á þá, gópp og þeir komu bara, svo ókum við bara áleiðis bara niður í Gróf og þeir á eftir okkur allan tíman og við öskrum bara gópp út gluggann. Og svo bara fórum við með það sem átti að vera í einhverju gerði og settum það bara þangað inn, þannig að það leystist mjög vel. Svo svo bara einhvern veginn gerist þetta, ég man nú ekki hvernig þetta byrjaði allt saman, það hefði ekki verið í brunanum hann upp á Ásbrú. Já, köttur bjargaði kissunum hann á brennandi. Já, úr íbúðinni hann upp á Ásbrú. Svo kom nú einhver læða og gaut kettlingum í Íslandturninni heima og svo var nú einhver umferðaróhapp á Njarðarbrautinni sem ég fór inn í en svo var það bara eins og ég segi, orðið svona skemmtilegt og ég meina maður var bara farin að hafa gaman að þessu og bara maður verður aðeins að grínast líka sko. Já. Hefur þú tilfinningunni eða getur þú kannski sagt það með vissu þegar þú heyrir í félögum þínu sem eru lögreglumenn í Reykjavík, er öðruvísi að vera lögreglumaður í minni samfélögum eins og hér á Suðurnesjum? Já, náttúrulega, sko, maður þekkir nánast alla hér og hér þekkja mann margir, en það getur líka verið gott. Það getur líka verið gott, en jú, það er náttúrulega allt öðruvísi að vera í svona stóru samfélagi en ég líti á þetta sem kost hér. Það er alveg klárt. En svo við snúum okkur nú að einu svona stærsta málinu þín á síðasta árið, þessari göngu. Og rifjaðu nú aðeins upp fyrir okkur hvernig þú komst þér í þau vandræði. Já, herðu, þetta var ári í gær, sá ég á Facebook, Facebook rifjar ýmislegt upp fyrir mann og þetta var nú bara ósköp einfalt í byrjun. Við vorum feðgarnir að horfa á íþróttamann ársins í sjónvarpinu og ég sagði við hann að ef að Gylfi Sig ekki íþróttamaður ársins þá skildi ég að labba Hósós og fékkst það í andlitið? Já, og þvegið og örfáum mínútur seinna þá bara vældi síminn hjá mér, það var allt að gerast og ég áttaði mig á því að Gylfi var ekki íþróttamaður ársins. Þannig að það svo var ég með fullt af varnuglum á þessu. Ég náttúrulega ættaður á Skagafirði og það er bær í Hegranesi sem heitir Keflavík og ég var alltaf með svona varnagla, ég myndi bara labba það. Ja. Það er ekki einhverjir 30 kílómetrar. En svo á ég svo góða vinnufélaga, þeir sáu til þess að það var labba frá Keflavík héðan, sko, ekkert öðruvísi. Þannig að ég bara ákvað að gera gott úr þessu og maður er náttúrulega að sína ungauðina, maður þurfa að standa það sem maður segir. Þannig að ég bara ákvað að tækla þetta. Og varst þú mættur í ræktina og reyndir aðeins að þjálfa þig betur eða? Já, svo náttúrulega fór maður bara á fullt í undirbúning og þetta er miklu meira að segja og mikill undirbúningur sem fór á stað og en skemmtilegu tími, sko, rosalega skemmtilegur. Og
Já, eins og segi, bara frábær tími, alltaf staði. Og fórst lengra, settir á stað söfnun Já, fyrir umhyggju. Já, sko, fyrst að þetta var komið í þennan farveg, þá bara, akkur ekki gerir þetta bara alvöru og svo bara einhvern veginn þróaðist þetta. Ég hafði sambandi Garðar hjá bílaleigunni Geysi og spurði hvort hann geti alveg með bíl í þetta og ég bara einhvern veginn svona bjóst við, sko, litlum sendibíl, eins og ég orðaði þetta við hann í upphæði, bara til að geyma vörur. Svo ætlaði ég bara að gista í tjaldi eða gistiheimilum á leiðinni, en það einhvern veginn kom aldrei til greina og næsta sem ég vissi var bara einhver risastór húsbíl mættur. Og þá einhvern veginn kom upp hugmynd að nota hann einhvern veginn, selja utan á hann auglýsingar. Það gekk alveg fáránlega vel og svo bara einhvern veginn, þú veist, þetta æxlaðist bara. Boltinn var bara orðinn risastór allan bara á einhverjum mánuðum. Sko. Söfnuðust fullt af peningum? Já, fullt af peningum. 2 milljónir rúmar og það er enn að koma, sko. Þannig, hvernig gekk svo gangan? Þú varst ekki einn á ferð? Nei, aldrei. Ég var aldrei einn. Það var alveg óheimil mikið af fólki sem kom með og kona hérna Keflavík, María, sem gekk með mig bróðurpartinn úr leiðinni, sko. Og svo æskuvinur minn úr Keflavík, Jóhann Axel, hann kom og gekk með mig 2 sinnum. Hann gekk með mér annars vegar frá Laxárbakka við Borgarnes og svo frá Bifröst og í Staðarskála. Og vinnufélagar, Baddi og Siggi Kári, þetta var fullt af fólki sem kom og labbaði með mér og það var alveg ómetanlegt, sko. En það var samt svolítið, sko, erfitt vegna þess að hverjum degi sem ég var að leggja af stað, sko, þreyttur og sprunginn og blöðrur, þá kom alltaf inn, sko, nýtt ferskt fólk í súperformi, sko. Og þannig ég þurfti alltaf að vera haldið í við þau, sko. En var það erfitt? Já, ég leyni því ekki að það var erfitt, sko. En samt svona búst. Ég var, þú veist, ég gæti ekki verið langt á eftir, þannig ég varð að halda áfram. Varst það ekki að bugast einhvers staðar á leiðinni? Jú. Já, þú veist það. Það er ekkert verið í. Ég á Holtavörðinni. Það var rosalega erfiður dagur. Þetta voru 60 kílómetrar og Ekki auðveld leið? Nei, ég var orðinn brunninn á löppunum eftir hitakrem allur og ég taldi, held ég, 17 blöðrur og bara opinn sár og viðbjóður og 20 verkjatöflur, sú leið. Já. Og Voltaren gel og allir pakkinn. En þetta hafðist. Hvernig var að ganga restina? Þetta er nú alveg dágóð og slatti eftir það, ekki? Jú, það var hellingur eftir þar. En þá svo sem vissi ég að erfiðasti partinum var búinn og það var í raun og veru bara flatlindi sem að var eftir nema Þverárfjalli kannski, það var svolítið bratt. En ég vissi alltaf að það var að koma fólk daginn eftir með manni og þetta var alltaf gaman. Sumir hefur látið gott heita eftir þetta en þú ákvaðst að halda áfram og safna meiru fé og fyrir börn og við vitum líka að einstaklingur sem veit ekki láta nafnsins geti hefur látið fá töluverðar fjárhæðir sem að hann vildi að innu til barna á Suðurnesjum en síðan heldur þú áfram með kótilettukvöldi og fleiri og hvað er málið? Ég veit ekki, þetta er bara gaman maður, þetta gefur manni bara helling maður, það er ekkert verið sér en hver er ekki til í kótilettupartí einhvern tíðan á föstudagskvöldi maður, það er eins og ég segi, mér finnst það rosalega gott, ég meina matur áhugamál, mér finnst þetta bara gaman og Fleiri kótilettukvöld framöndan? Aldrei að vita maður, aldrei að vita, ég getur vel verið að maður gerir þetta bara svona álegum viðburði, akkur ekki. Hvernig fannst þér svona viðbröðin út í samfélaginu verið eftir þetta fór ekki fram hjá neinum, þessi ganga þín og það fjör? Nei. Hvernig fannst þér þú svona upplifa þetta eftir á? Ógleymanlega alveg sko. Ég var þegar ég lagði af stað frá lögreglustöðinni við Hringbraut þá var byrjað að flauta og það var ekki hægt að flauta fyrr en ég hendi mér í sundlaugina á Hósósi. Það var bara alla leiðina var flautað og ég var að fá peninga út hliðarrúður á bílum á leiðinni. Það var bíl sem ók fram með mér á Holtavörðuheiði og sneri við einhvers staðar, kemur svo og stoppar og fremsta manni sem var Jóhann Axel, hann hljóp þarna upp. En ég sé að þau eitthvað að tala saman og svo kemur hún til mín og lætur mig hafa 10 skall. Og þá voru þetta bara einhverju vegfarendur sem að kveiktu á perunni hverju voru þarna á ferð og ákveða að láta peningar inn í þetta. Sama gerist á Þverárfjallinu, þar fikk ég 10 skall og ég veit ekki hvað ég fekk marga 1000 kalla bara út rúðurnar á bílum sko. Og alveg sama hvar maður kom, þegar ég kom til dæmis inn í Borgarnes þá var öllum hópnum bara búið í sundlaugina og það var allstað tekið á móti okkur bara eins og við vorum kóngar sko, Laxárbakka, það var bara
gisting fyrir alla og kjötsúpa og þetta var alveg ógleymanlegt, sko. Þannig að þetta hefur líka verið mjög skemmtilegt. Þetta var rosalega gaman, sko. Eftir á var þetta algjörlega ógleymanleg upplifun og rosalega skemmtilegt. Og þannig, En þetta er ekki eitthvað sem þú smellir á á hverju ári og svona? Nei, ekki svona. Nei, ég myndi þá líka gera þetta öðruvísi vegna þess að það voru þarna 2 eða 3 60 km dagleiðir. Það er bara allt of langt, sko. Allt eftir 1,5 maraþon og það er allt of langt til að þú átt svo 300 km eftir, sko. En ég læri bara af þessu kannski fyrir næstu göngu sjáum til. En hún verður ekki á næsta ári. Nei, en er eitthvað í pípunum? Nei, ekki skipulagt, en það er aldrei eitthvað gerist. Já. En svona að lokum við erum að kjósa mann ársins á Suðurnesjum sem Víkurhrettar hafa gert síðan 1987 og bara til hamingju með það. Eitthvað á lokum sem þú vilt segja við Suðurnesjamenn og aðra sem eru að horfa? Já, bara ég þakka kærlega fyrir þessa tilnefningu. Þetta er náttúrulega alveg frábær heiður að hljóta þessa nafnbót og ég mun bara bera hana með sóma og mér langar líka bara að þakka öllum fyrir eins og ég segi, allar móttökur allstaðar og viðtökur og alveg sama hvað það er og vinnufélögum og fólki sem kom og gekk með mér og mér leið svona tímabili þegar ég var komið í Markarna Hósós eins og Forrest Gump. Það var farið að koma þarna fullt af fólki og ég held við höfum talið hátt í 50 manns fyrir aftan mig þegar við vorum að koma í mark og því miður er ekki með nöfnin og öllu þessu fólki en bara allir sem tóku þátt á einn eða annan hátt, bara björgunarsveitin Suðurnes, gleymi þeim, þau fóru með mér alla leiðina og sáu fætur og skuttla þeim sem kannski þurfti að komast tilbaka sem vildi ekki labba allan daginn. Þannig að þetta var alveg ómetanlega aðstoð í þeim líka. Eitthvað eitt svona í blálókin á leiðinni sem er þér eftirminnilegast? Þessi ekki bara náttúran, fegurinn, veðrið, rosalega gott veður á tímabili. Einhvers staðar að rölta, þetta er náttúrulega bara, ég er rosalega náttúrubarn og mikill veiðikall og mér finnst frábært út í náttúrunni og það er í raun og veru ógleymanlegt. Hafa fjölskylduna með sér á þessum dögum líka. Konan labbaði með mér helling og krakkarnir. Þannig að það er svo rosalega margt sem er inn í þessu sem var alveg frábært, sko. Varstu einhvern tímann einn að ganga? Var það einhverjir spottar? Já, það kom einu sinni fyrir og mér sá daga var svolítið lengi að líða. Því að maður hafði svona sem engan til að tala við henni en sem betur fyrir var það bara einn dagur. En annars var alltaf eins og ég segi einhver með og það var alltaf gaman hjá okkur. Við upp á Holtaveri heiði til dæmis í júní, ég man nú ekki nákvæmlega daginn, en þar vorum við til dæmis, sáum við snjóskafl og við hlupum út í hann, gerðum okkur leið og fórum að gera snjóengla og vorum bara að fíblast eins og ég segi og hafa gaman að þessu. Annars hefði þetta aldrei tekist svona vel. Glæsilegt, til hamingju. Hörru, takk hérlega.